Komið sæl og verið velkomin á músiktilraunir árið 2009. Eins og það heyri kannski að það var svolítið læti á bak við okkur. Það er af því að keppnin er í fullum gangi. Já, við ætlum að vita hvort að þessir rockarar og popparar eru jafn góðir í viðtalstakni og þeir eru í tónlistinni. Við erum komin inn með nokkra strákar sem eru að taka þátt í músiktilraunum. Strákar, í hvaða band eru þið? Við erum í Blanco. Blanco, já, Er þið það hvítt eða? Sko, í bílskúruna sem við æfum sáum við svona vask og það stóð Blanco á honum og við bara hei, fyrst að skera bandið það. Ok, ég skil. Djúp heimsbyggja á bak við nafnið. Mjög svo. Eitthvað vaska fyrir þetta ekki í Kanada. Fengum þetta frá þeim. Takk fyrir það, Kjella, ef þið eru að horfa á þetta. Og hvað er þið gamlir? Við erum 15. Ok, og hvernig fannst ykkur ganga núna hjá ykkur? Okkur fannst bara að ganga nokkuð vel sko. Það hefur verið einn eða tveir hlutir sem það geta gengið betur en þú veist, fuck it. Er þetta hörð keppni hérna í músiktilraunum? Já, það held ég sko, fullt að góða með böndum sko. Hellingar á þettum böndum? Það er mjög gaman að horfa á þetta og hlusta sko. Og náttúrulega líka taka þátt. Það er frábært, gaman að vera þáttakandi í þessu. Við stefnum á að bjarga Íslandi úr kreppinu með tónlistöfur. Þið eru ekki fyrrverandi bankastarfsmenn sem urðu atvinnulausir. Steppi var nú í banka sko. Nei, joke, hann var ekki í banka. En hann stefnir á það. Nei, ég veit það ekki. Er þið sigurvissir? Já, ég myndi segja að við erum bara hérna til að skemmta okkur sko og hafa gaman en sjáum hvað dómarinn hugsa. Hvernig finnst ykkur kvöldið búið að vera? Bara skemmtilegt. Eru þið hérna til þess að styðja ykkur eina ákveða hljómsveit? Spelg. Já. Það vinnur ykkur? Systir mín er einu. Ok, og heldur hún vinni? Já, auðvitað. En ætlar þú ekkert að stíga í hennar fótspor og ekkert að taka þátt? Það má ekki stela hennar fótspor. Eða þú ætlar bara að skapa þinn eigin? Já. Og hvað ætlar þú þá að vera myndlistarmaður eða? Nei, ég ætla að vera dansari. Dansari, og kannski jafnvel einhvern tímann munið þið gera eitthvað saman þá? Já. Vonandi. En þú, ætlar þú ekkert að taka þátt? Ég veit ekki. Nei. Eru þínir draumar ekki að vera rockstjarna? Nei, ég ætla að vera fræg en ég ætla ekki að vera rockstjarna sko. Ja, þetta var nú áhugavert. Kannski er þetta fyrsta viðtali við ungar stjórnstjörnur. Og hérna er einn herramaður sem langar hrikalega að komast í mynd. Rosalega mikið. Þú ert að styðja Melkorku býst ég? Nei, ég er að styðja bróði Svartúlfs. Ok, og... Þeir eru frá Skagafirði. Hvernig fannst þeim standa sig? Þeir voru eiginlega bara langbestir. Eiginlega bara langbestir? Já. Þannig að ekki alveg langbestir? Jú, eiginlega bara alveg langbestir. Ok, og ætlar að fagna mikið og hart í kvöld eða þeir vinna? Herðu, við erum búin að ákveða að fagna hvernig sem fer. Við ætlum að taka þessu kvöldi sem algjör gleði og öll böndin eru sigurvegarar fyrir að hafa komast í úrslitakvöldi. Við erum komin hérna út fyrir utan Listasafn Reykjavíkur. Við ákveðum að Sindra ekki að vera með í þessu viðtali af því að hér eru einu stelpurnar sem eru í þessari keppni. Stelpur, hvernig finnst ykkur það að vera einu stelpurnar á úrslitakvöldinu? Okkur finnst það eiginlega bara frábært. Fullt af sætum strákum og engin samkeppni. Engin samkeppni við. Við erum fullt til að velja úr. Þeir eru komin hingað fyrir það? Já, sjálfsögðu. Við erum svolítið komin í einhverja allt aðra keppni, sýnist mér. En hvernig fannst ykkur ganga? Bara rosalega vel. Rosa vel með við sko. Ég er með lúnabólgu og ég er dópuð á sýklalyfjum og þannig að við héldum eiginlega að við myndum bara ekki, það myndum byrja að syngja og myndi ekki koma neitt út og ég ætlaði bara að hvísla og vera gett arti og bara það er rosa listrænt. En eru þið sigurvissar eða haldið að lendi í ykkur sæti? Við erum bara frekar ánægðar með frammistöðuna og eiginlega alveg sama hvað gerist, bara ánægðar að hafa komist svona langt því að það voru alveg einhverjar stelpuljónstir, þær komist ekki. Þær voru samt rosa góðar, ein sem heit Pascal Pino og við vorum orðnar rosa bitrar og öfundsjúkar, þær voru svo góðar. Og þær eru bara 14 ára? Já, þær eru bara 14 ára, við ætlum að biðja þær að bjóða ykkur ferminguna sína og vorum rosa bitrar af þær en svo komist þær ekki aftur. Og veitu hvað eru þið gamlar? Við erum óendanlega gamlar. Já, það er leyndamál. Við erum allar komnir í menntaskóla. Já, aldrei hugarástand. Já. En í menntaskóla er maður nú ennþá ungur sko. Já, reyndar. Og maður er alltaf ungur í hjartanu sinni. Já. En hafið þið verið að spila lengi saman eða? Nei, ekki. Við hefum spilað einu áður saman fyrir músiktilraunir og þá var ég samt ekki í hljómsveitinni hennar, þá vorum bara ein. Það var ég bara gestaleikari hjá henni. Það voru 7 í salnum. Hvernig finnst ykkur kvöldið búið að vera? Ágætt. Mjög gott. Og er einhverjar sérstakar hljómsveitir sem eru búin að, uppgöta hérna í kvöld? Við Space voru mjög góðir og Blanco líka. Já, og þið komið semst ekki á kvöldi til þess að styðja neina ákveðna sveit?
Nei, ég mætti á öll undanúrslitakvöldin og ég þekkti engan, við bara fannst gaman að skáða allt. Komum hingað með opnum hug, sko. Og þetta fyrsta músíktilraunin sem þið hafið mætt á? Mættu þið í fyrra? Ég mætti í Hitti fyrra. Hvernig finnst þér þessi keppni búin að standa? Þetta stigmagnandi á milli ára? Já, mér finnst hún flottari núna, mér finnst hún frábær núna. Mikið gott. Erfitt að velja eitthvað sem vinnur. Við erum komið með hljómsveitina Agent Fresco sem vann músíktilraunir í fyrra. Strákar, er ekkert skrítið að vera komin hérna og vera ekki að fara að spila? Við spilum. Þið spiluðu? Opnuðu kvöldið eða? Já, við opnum kvöldið. Já, það byrjaði klukkan 5, þannig að það var ekki alveg kvöldið, en jú, opnaði kvöldið. En ef ég endurorða spurninguna, er ekkert skrítið að vera ekki komin hingað til þess að keppa? Mjög þægilegt. Já, mjög þægilegt. Mikið betra heldur en. Miklu verið léttir. En hvernig svona finnst ykkur, ef þið miðið eða berið saman kvöldið í fyrra og síðan núna, hvað myndið þið segja um það? Það er rosa erfitt að bera þetta saman, þetta er svolítið mikið ólíkt, en það er alveg fullt að geðveikum hljómsveitum hérna. Eru það ólík bönd hérna í kvöldið eða? Já, þetta er alltaf alveg frekar fjölbreytt, alltaf á músíktilraunum og þetta er eiginlega bara svipað hefur verið, mjög fjölbreytt. En núna eftir músíktilraunum þá hafið þið verið að spila út um allt. Myndið þið segja að músíktilraunir hafi bara gert allt fyrir ykkur í rauninni? Kannski ekki allt en rosalega mikið náttúrulega. Það var alveg mjög stór stökkpallur alltaf, ég veit ekki hvort þið hefum gert neitt ef þið hefum ekki farið í músíktilraunum. Bara, já, þú veist, þá náttúrulega buðu allir okkur að spila þannig að við höfum í rauninni rosalega lítið þurft að skipuleggja tónleika sjálfur, þannig að það verður mjög fínt. Og þá erum við bara duglegir alltaf að segja já, það er bara einu mun, bara alltaf að spila, alltaf að semja og bara æfa okkur, bara spila reynda það mikið að við höfum ekki tíma til að æfa okkur, þannig að það var bara æfingin var að spila, þannig að auðvitað hjálpaði músíktilraunir okkur ógeðslega mikið, en þá þarf maður líka að vera duglegur og mæta, spila oft og gefa sér alveg 110%. Hafið þið fundið fyrir einhverju frægð eftir músíktilraunir? Smá. Það er ekki mikil frægð á Íslandi, það þekkjast allir og en svona, já, það var svona, ég veit ekki hvað ég segja, jú, þú veist fólk þekkja lögin okkar og svona, það er mjög gaman, það spilaði í útvarpinu og svona. Ok, nú er ár síðan þið tókuð þátt og þið eru búin að gefa út plötu. Hvar munið þið verða eftir ár frá þessum degi? Verður komin út önnur plata? Já, stefnum á því. Á þessu ári væntanlega. Já. Ríkir að fara í LA? Nei, ég veit það ekki. Strákar, hvernig haldið þið þetta kvöld fari? Vel, mjög vel. Eitthvað sem pólitískt svar. Er einhverja hljómsveitir sem þið haldið að vinni frekar en aðrar? Já, ég er kannski svolítið hlutdrægur, vinir mínir eru í Bróður Svartúls og þeir eru virkilega sáttir með þá, mjög. Það er búið að vera rosalega mikið af mjög góðum böndum í kvöld. Það er eiginlega hægt að segja að það verður allan góð hljómsveit sem vinnur. Þú getur alveg farið að vinna bara sem stjórnmálaráðgjafi held ég, með svörin ykkar sko. En heyrðu, fyrst við fáum ekki meira út úr ykkur með það, þá bara þökkum við ykkur kærlega fyrir. Takk sem þið. Og bara gangi ykkur vel með nýju plötuna og allt saman. Takk fyrir.